Góðan daginn, systir María Luisa, Guð blessi þig ríkulega. Spurning mín, systir, í Markúsarguðspjalli 9, versum 30 og 8-41. Jóhannes sagði við hann, meistari, við sáum hann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við varna honum þess, af því að hann fylgdi oss ekki. Jesús sagði, varna honum þess ekki, því að enginn sá, að hann gjöri kraftaverk í mínu nafni og geti þegar á eftir tala illa mig. Sá sem ekki á móti oss, með oss. Hver sem gefur yður bikar vatns að drekka, vegna þess að þér Krists, sannlega segi yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Systir, spurning mín sú að ég hef heyrt suma bræður og systur í kirkjunni tala þetta. Til dæmis til gyðingar í Bandaríkjunum sem kristnir og fylgja Jesú og þeir bera vitni að þeir hafi einnig fengið andlegar gjafir, eins og spádómsgáfu eða lækningar. En ég hef heyrt suma bræður og systur segja að þetta sé frá djöflinum. Þess vegna, út frá þessum kafla í Biblíunni og einnig því sem þú útskýrðir í Vivencias bókina þína. Þegar þú byrjaði mjög ung og fékkst spádóma frá systrum sem voru ekki úr okkar kirkju en söfnuðust samt saman í Drottni og höfðu spádómsgáfuna, þá spurning mín þessi. Að hve miklu leyti það satt að aðrir trúaðir sem hafa trú á Jesú Kristi þó þeir sé ekki í okkar ministerial kirkju geti haft andlegar gjafir? Eða það í raun frá djöflinum? Við eigum ekki að dæma fólk. Við eigum ekki að dæma neitt. Það kennt að Drottinn Jesús Kristus Guð og að hann sé sonur Guðs. Leyndardómur sem við náum kannski ekki alveg að skilja, en við verðum að trúa því þannig sagði Guð það og við verðum að trúa því. Að hann sé Guð og sonur Guðs, að hann hafi verið sendur og að hann sé eini vegurinn sem mannkynið getur frelsast fyrir, þeir sem trúa á Jesú Krist. Trúa á Jesú Krist. En hvað það sem við eigum að trúa Jesú Krist? Því það ekki nóg að segja, ég trúi á Jesú Krist, því ég get líka sagt, ég trúi á þetta úr, veistu af hverju ég trúi á úrið? Af því ég sé það hérna. Ef ég segi það ekki, þá myndi ég ekki trúa á úrið. Þannig það. Fólk byrjar oft svona. Já, ég trúi á Guð, fólk trúir á Guð. En eitt að trúa og annað að gera vilja Guðs og skilja hvað það sem við trúum hann. Fólk segir, já, ég trúi á Jesú Krist, en hvað Jesú Kristur fyrir þér? Einhver segir. Hann var spámaður, venjulegu maður, þjónn Guðs, þá hefur sá hinn sami rangt fyrir sér, því Drottinn Jesús kenndi okkur, og Biblían kennir, að trúa á Jesú Krist þýðir að samþykkja og trúa að Jesú Kristus Guð, að Jesú Kristus sonur Guðs. Að Guð hafi sendt hann og að hann sé eini vegurinn til eilífs lífs. Engin annar mun frelsa okkur, hvorki Pétur né Jóhannes. Hvorki Pétur, Jóhannes né Páll frelsa okkur, ekki heldur María, móðir Jesú Krists, né María Magdalena, né nokkur þessara einstaklinga mun leiða okkur til eilífs lífs. Aðeins Jesú Kristur. Þannig að þú segir að það sé gyðingar sem trúa á Krist. Já, vissulega gott að þeir trúi á Jesú Krist. Nú verðum við að vona að þeir geri vilja Jesú Krists líka. En það þeirra mál. Biblían þarna og kennir hvernig vegurinn og hvað við eigum að gera til að vera alveg viss að við séum á hinum sanna vegi. Því þetta snýst ekki bara að trúa. Að trúa ekki bara að segja, Drottinn, Drottinn, heldur þarf maður að gera vilja Guðs, ekki synda, ekki fremja syndir og skilja hver Jesú Kristur raunverulega svo við getum sagt, ég skil veginn og ég fylgi þessum vegi. Og ég ætla ekki að dæma fólk, en ég ætla að kenna þeim. Ég kenni fólki hvernig það á að trúa, hvað það þýðir að trúa, hvað Jesú Kristur og hvernig vegurinn Ég kenni fólki svo það skilji vel og hafi sannfæringu og öryggi efnið og hugtakið, svo það verði skýrt fyrir því og svo einstaklingurinn geti öðlast náð Guðs og Guð geti verið nálægt honum. Það það sem við leggjum áherslu á, við ætlum ekki að gagnrýna eða dæma neitt eða segja að eitthvað sé frá djöflinum. Nei, því maður á ekki að tala af léttúð. Við berum virðingu fyrir fólki, en við kennum því leiðina. Það það sem við gerum. Við kennum leiðina. Og Guð veiti okkur frá því að gagnrýna og dæma nokkur mann, því við höfum öll gengið í gegnum hið sama. Við vorum fáfróð og Guði sé lof að hann nú að opna augu okkar og skilning og við erum farin að skilja sannleika Guðs. Það það. Þannig kennum við öllum,
hverjum sem úr hvaða trúfélagi eða trúarbrögðum sem þeir koma. Þeir eru velkomnir, þeim kennt, heilagur andi talar til þeirra og Guð gefur þeim fyrirheit. Hitt vitum við ekki. Guð einn veit það. Guð blessi ykkur.